Ég ráðskona. Já, ég segja söguna. Já. Þegar við vorum fyrir saman, þá segir Steinþór við stelpurnar sína sko, ég verð bara ráðskona. Ég var bara ráðin til reynslu til 50 ára. Þannig að ég á svona næstu 42 ára. Já, það er engin lognmolla á bænum Hvannabrekku í Berufirði, en þar búa þau Auja og Steinþór ásamt börnum sínum. Þau reka myndalegt kúabú og eru margverðlaunuð fyrir gæða mjólk. Við erum sem sagt með 211 nautgrip í heildina. Þetta er með kúm, nautum og kálfum sko. Og það eru 30 mjólkandi kýrin. Þess að ef þú heldur þér í 1A-flokk allar vikur ársins, þá flokkast þessi gæðamjólk og þá farið viðurkenningu sko fyrir að standa þig vel. Og hvað þurfum við að gera til að, hvað verður til þess að þið náðu þessari einkunn alltaf? Bara passa bara hreinlætið og frumutalinn sé í lagi og úr heilbrigði. Sem sagt mjólkusýni frá hverja einustu kú einu sinni í mánuði til að fylgjast með því að sem sagt mjólkin sé góð. Og leið og við sjáum að það sé eitthvað athugavert í mjólkina, þá tökum við hana út. Þannig að við seljum hana ekki. Mjólkin frá Hvannabrekku er unnin á Egilsstöðum. Er búið til ostúrunni. Já, mozzarella ost aðalega. Já, þannig að hún fer ekki í sölu sem mjólk? Nei, það er einhver starf annar stað sem að sú mjólk er. Það er sem sagt starfsstöðar víðs vegar um landið og hver starfsstöð sérhæfir sig bara í einhver ákveðni framleiðslu. Steinþór er fæddur og uppalinn á Hvannabrekku, en Auja kemur frá Bolungavík. Sko, minn draumur var alltaf að búa í sveit. Ég var alltaf í sveit sem krakki og þetta var bara draumurinn. Já, við hefum 4 börn saman og svo átti hann 2 börn og ég 2 börn, þannig að sameignin hún telur 8 börn. En svona á meðaldegi, hvað eru það mörg hér? Á meðaldegi þá erum við 9 í heimili. Og það eru 6 börn alltaf staðaldri hérna heima. Ég held við höfum bara aldrei rætt það, hvað ætlum við mörg börn? Þau eru bara komið. En hvernig gengur svona að halda úti stóru búi og svona, já, og stóri fjölskyldu? Hvernig er svona venjulegu dagur? Hann byrjar snemma. Það er yfirleitt mjög rólegt á virkum dögum þegar krakkarnir eru í skólanum. En það er náttúrulega mesta vinnan er á Steinþóri, sem hann vaknar alltaf kl. 5 og fer í fjós. En ég sinni litla núna bara eingöngu, nánast í á heimilinu. Hann sinnir öllum útiverkum. Pabbi minn sem sagt býr hérna alveg hjá okkur. Hann er sem sagt seinasti sveitarómaginn á Íslandi af hans eigin sögn. Nei, pabbi vill endilega náttúrulega láta vita við kindur líka. Hann er fjárhirðirinn eins og við segjum. Með 60 kindur, nokkrar hænur og 1 önd. Hann á að vera fjárhirðir, en hann hefur náttúrulega engan áhuga á þessu nema þegar fengitíminn er rétt að byrja og svona aðeins er rétt í byrjunin á sauðburðinum. Já. Í okkar fjölskyldu þá erum við 10 börn, eða þú veist, af systkinum. Hérna þá erum við 8. Ég, Anna Jóna, Gunna, Stefán, Karó, Ína, Guðný og Guðmundur. Það er nóg að gera á stóru heimili og systurnar Guðrún Lilja og Anna Jóna eru einstaklega duglegar að hjálpa til og líklega ekki margir jafnaldra þeirra sem þurfa eins snemma á fætur á morgnana og þær. Og hvernig er að búa svona í sveit og með svona rosalega mörgum systkinum, stóri fjölskyldu? Það er bara fínt. Það er gaman en pirrandi á köflum. Nú? Þegar krakkarnir koma að vekja mann eldsnemma á morgnana þegar maður reynir að sofa. En takið þið einhvern þátt í störfunum á heimilinu? Já, við förum í fjósið og svo baka ég stundum og hjálpa mömmu að elda og þrífa og setja í þvottavél. Það er ansið mikið sem þarf að gera á stóru heimili. En þú? Ég er bara svona mest í útiverkunum. Og eins og hverju þá? Fjósinu, gefa nautunum inn í fjárhúsum og bara hænunum. Hvenær farið þið í fjósið? Klukkan 5 á morgnana áður en við förum í skólann. Í alvöru? Og 5 á kvöldin. Og er ekkert mál að vakna klukkan 5 á morgnana til að fara í fjósið? Það er svolítið erfitt stundum þegar maður er búinn að gera oft í röð, en það er bara hressandi. Þú verður að sætta þig við það, þú þarft að hjálpa. Og hvað finnst svona vinum ykkar þetta?
heldur að allir væri til í að vakna klukkan 5 til að hjálpa? Nei, þeim finnst það mjög skrítið. Steinþór hafði lengi langað til þess að útbúa sína eigin rafstöð fyrir bæinn og lét það verða veruleika fyrir þó nokkrum árum. Þetta var bara mælt vatni í bæjarlæknum og fundinn æskilegur staður fyrir stíflu og stöðarhús og bara rör á milli. Og er þetta dugar alveg fyrir allt bara kúabúið líka og heimili? Já, við látum það duga. Það er ekki, við erum ekki tengt, er ekki í samræðinu. Það munar líklega einhverju í útgjöldum? Já, það gerir það náttúrulega. Veistu hvað er mikið sem að þið hefur verið að borga? Við værum ábyggilega að borga 100 til 200 stíl rafmagn ef við værum ekki með þetta. Þannig að hugsa þessu öðru innkaup á rafmagnstækjum eða hvað? Já, ég fer ekkert í búð og kaupi mér eitthvað voða flott nýtískutæki. Ég fer á nytjamarkaði og bland og kaupi mér gömul raftæki sem mín er að henda. Tölvuheilinn, hann virkar ekki í þessum nýju tækjum hérna, út af sveiflum með rafmagninu. Þannig að stundum eru 8 systkini hérna á þessu heimili. Hvernig gengur það? Hvernig kemur ykkur saman? Getið þið verið að brasa eitthvað saman eða leika eitthvað skemmtilegt saman? Við erum alltaf að rífast. En við getum samt alveg á köflum, þá erum við sko bestu vinir. Eins og stundum þegar við komum heim úr skólanum, þá förum við upp í drullumallabíl og drullum öllum. Það er svona gamall sendiferðabíl sem afi okkur bara að taka allt innan úr og gera bara svona hillur og eitthvað, svo við getum verið að drullumalla. Það lítur svo út. Ok, og farið þið stundum öll þangað saman? Já. En það endar stundum illa, þá er allir drullir. Og þá verður mamma ekki ánægð. Til dæmis eins og núna þá erum við að smíða bekk og borðar inn og eitthvað. Við krakkarnir bara alveg sjálf.